það að fá að standa á toppnum, það alls ekki sjálfgefið, en það rosalega stórkostlegt og maður mjög lítill, maður eiginlega gerist ekki minni heldur en akkurat í þessu umhverfi og maður finnur vel fyrir því og maður þarf að treysta sjálfan sig og maður þarf líka að vera hreinskilinn við sjálfan sig, hvernig líður mér, hvað að gerast, hvað að gerast í umhverfinu, hvað eru aðrir, af því að aðrir geta líka verið umferðartafir eða eitthvað þess háttar getur haft áhrif á þitt gengi á fjallinu. Og síðan hvernig sambandið þitt við sérpan sem að þú ert að vinna með og sem betur fer að þá urðum við bara strax frá fyrsta degi, urðum við mjög gott teymi og við vorum ekki kommersial leiðangur en við vorum bara 2. Þannig að við vorum bara 2 allan tímann á fjallinu, ákvörðun að taka í okkar höndum, það enginn annars að tekur ákvörðun fyrir okkur, það enginn gæti eða neitt svoleiðis. Þannig að þetta reyndi vissulega mikið á. Það miklu meira álag að vera svoleiðis leiðangur heldur en að vera í leiðangur þar sem einhver annar tekur ákvörðunum fyrir og þú bara fylgir. Þannig að ábyrgðin var líka rosalega mikil. Það sem kannski dreymir svolítið áfram var að fara var að fá að upplifa Everest í öðrum aðstæðum. Mér langaði til að upplifa Everest sem þetta fjall sem maður er búinn að lesa og sem þetta fjall sem maður þekkir kannski frá öðrum og mér langaði líka í þessa upplifun og það fór þannig í þetta skipti, já. Það er mjög langt síðan ég ímyndi mér hvernig er að standa á þóttnum af því að þegar maður er búinn að fara 2 svar og hlutirnir fara á þennan veg þá verða væntingarnir lágstemmdari og maður þorir ekkert alveg að hugsa svo langt en vissulega þá var þetta alveg ótrúleg stund og þetta er stund sem er raun og veru svolítið vex eftir því sem frá líður vegna þess að þegar maður er í mómentinu þá er maður líka eftir að fara niður og niðurferðin er hættulegasti hlutinn af þessu öllu saman og maður veit það og maður er mjög meðvitaður um það þegar maður er uppi þannig að vissulega þá er þetta rosalega mikið gleðistund en maður getur ekki að slappa af. Skyggnið var gott. Aðstæðurnar þennan dag á fjallinu voru erfiðar. Það var mikill vindur og það var kalt. Og líka svolítið lausamjöll, þannig að gangurinn, það að ganga í snjónum var ekkert auðveldustu aðstæðurnar. Þú stendur upp á hæstu fjalli heims og horfir niður á toppana á hinum hæstu fjöllum heims. Það er svolítið þannig og Himalaya fjallgarðurinn er alltaf alveg bara ótrúlegur og maður sér á Tíbet-sléttuna og maður sér leiðina sem maður er búinn að ganga upp í einhvern búðir og þetta er bara ótrúlegt. Og ég fengi alveg bara ótrúlega viðbrögð og mér þykir verið rosalega vænt um það og sérstaklega frá öðrum konum og fjallakonum og allt þetta og mikla hvatningu líka. Ég sagði alltaf sem ég seint frá því að ég væri í þessum leiðangri og komin talsvert langt inn í hann og voru mjög fáir sem vissu áður en ég lagði af stað hvað ég var að fara að gera. Og mér þykir bara mikið óendanlega vænt um það. Og Tommi myndin til þess búinn að standa við hliðina á mér allan tímann og stundum tala það að hann hefur haldið í hendina á mér þó að það séu mörg 1000 kílómetrar á milli okkar. Og það er alveg ómyndilegt vegna þess að í svona aðstæðum að maður fer ekkert að staðar nema maður hafi stuðning. Það bara er þannig. Náttúrulega maður er búinn að segja að það er ákveðin pressa. En pressan er samt í raun og veru alltaf bara frá manni sjálfum og ég var að fara á Everest en ég var líka að fara að takast á við alls konar hluti og hluti sem bara svona persónulega erfiðir, að fara aftur inn í aðstæðurnar og allt þetta og ég vildi bara einhvern veginn svona taka mér minn tíma. Ég átta mig á þessu og fara upp og fara í gegnum ísfallið og taka þessi fyrstu rotation. Og ég held að það hafi bara verið mjög fínt að gera það og svo segir maður frá þegar maður er bara tilbúinn. Ef
ef ég hef ekki farið þá er ég alltaf að hugsa, hvað ef, hvernig er þetta og allt þetta og bara svona þetta skiptir mig persónulega mjög miklu máli að fara og ljúka þessu og ljúka svona kannski ákveðnum kafla leið. Þannig að það er þakklæti og rosaleg gleði en það er líka svona, mér finnst ég hafa farið og klára eitthvað sem skiptir mig rosalega miklu máli og á annan hátt heldur en það að standa á tindi. Ég hitti 2 eða 3 konur held ég sama toppadag og ég var leiðin upp. En það voru vissulega fleiri konur á fjallinu í ár og ekki bara á fjallinu heldur líka maður farin að sjá fleiri konur í kringum leiðangarna. Það eru kannski framkvæmdastjórar í fyrirtækjum eða læknarnir voru flestar konur. Þannig þetta er ekki lengur spurningum að vera eina strákunum, þetta er spurningum að vera eina stelpunum. Mér finnst vera hópur af ákveðnu fólki sem kemur að Everest og ætti ekki að vera þar. Og hefur ekki tilíðandi reynslu til að vera að takast á við svona verkefni. Og ég myndi vilja sjá mun strangari reglur um það. Nei, en ég var líka mjög hörð í allri ákvarðanatöku og bakkaði út úr aðstæðum sem ég leist ekki á. Ég bakkaði út úr fyrri toppadeginum, eða fyrra summitpúsinu. Ég bakkaði áður út úr aðstæðum á fjallinu. Ef mér leist ekki á hlutina, þá fór ég tilbaka og var ekkert að taka neina sénsa hvaða það varðar. Og ef maður er að stunda háfjallamennsku þá verður maður að geta tekið þessar ákvarðanir vegna þess að markmiðið er alltaf að koma heim. Það er stóra markmiðið og þó að maður vilji ná tind þá verður maður samt að gera það innan skynsamlegra marka og maður verður að gera það á réttum forsendum. En oftast veit maður bara innra með sér. Það er eitthvað svona ákveðið gott feeling sem maður hefur og maður má ekki ignora það vegna þess að það er yfirleitt mjög sterkt og svona í mjög mörgum tilfellum og þá hefur maður einhver hluti rétt fyrir sér þegar það á við. Þegar menn farast í fjallinu þá er það alltaf mjög sorglegt, alveg sama undir hvað kringumstæðum það er. Ég veit til dæmis að eitt af þessu tilfelli var tilraun til að fara án súrefnis. Ef maður gerir það, þá eru líkurnar á því þriðjungur af þeim sem reyna koma ekki tilbaka og fólk hlýtur að vita þetta áður en leggur af stað og hlýtur að reyna að undirbúa sig í takt við þetta. Nei, ég er nú svo sem ekki alveg tilbúin í það en það má spyrja mig kannski eftir túmunni. En svona þegar maður kemur heim með svona stóru verkefni þá ég sagði nú eitthvað svona grínum daginn að nú má kannski vera markmiðið mitt að setja mér ekki markmið í smá tíma. En ég held bara að markmiðið sé bara að núna að njóta sumarsins og að njóta raun og vera afrakstursins af þessu verkefni. Ég held að það sé svolítið bara málið núna.